ánægja. Já, komið sæl. Ef við byrjum á að líta á yfirlitskortið þá höfum við hérna víðáttumikla hæð hérna á Atlantshafinu og lægðirnar eru svona að raða sér hérna í kringum hæðina, ein hérna við strönd Noregs og veldur rigningu í Skandinavíu á morgun, svo er önnur hérna við skammt vestur á Portúgal, veldur greinandi rigningu bæði í Portúgal og Spáni næsta sólarhringinn og svo þriðja er hérna við söður Nýfundalandi og hún kemst nú reyndar ósköp lítið fyrir þessari hæð en þó eru spár að gera ráð fyrir því að skilin frá þessari lægð munu nú kannski ná inn á landi hjá okkur á sunnudaginn. En það sem er að gerast hjá okkur í næstunni er að þessi hæð og hún er í rauninni bara að styrkja sig og kemur til með að koma hérna yfir landið og þetta þýðir það að við megum bara eiga vona á ágætis veðri hjá okkur núna í vikunni fremur hægum vindum og allar lægðir eru langt í burtu. Síðan ef við skoðum hvað er að gerast á hitasviðinu að þá erum við ennþá í þessum hlýja loftmassa en kalda loftið að það er farið að sækja á og við sjáum hérna gríðarlega mikið af köldu lofti fyrir norðan okkur og þetta kalda loft að það er nú að komast hérna suður eftir en munum mestaliti streyma hérna milli Íslands og Noregs þannig að við fáum nú svona smá skammtaði hérna þá fyrir norðan og austan en síðan er hlýja loftið sem að kemur hérna að úr suðri og vestri þannig að við erum svona á mörkum þessara hlýju og köldu loftmassa. En næsta sólarhringinn að það sem að gerist þá er það er nú svona suðvestlega átti núna á landinu en svona smátt og smátt þegar það kemur inn í nóttina þá fer norðanáttin að koma hérna inn á landi við sjáum hana hérna breiða svona hægt og rólega yfir landið þegar það kemur fram með nóttina og með þessi norðanátt þá fylgir svona skúraloft þannig að það er svona dálítið væta sem að við getum gert ráð fyrir að verði á Norðurlandi á morgun meðan sunna til ætti að verða bæði þurrt og bjart. Og svona lítur þá Íslandskortið út klukkan 3 á morgun, norðlæga átt á landinu, 5-6 stiga hiti fyrir norðan og skúraleiðingar og sérstaklega þá norðaustan til seinnipartinn. Sunnan til aftur á móti er bjart og þurrt og það ætti nú að verða hlýjast og hitatölurnar kannski ná upp í 14 stig, eitthvað svo leiðis. Nú síðan áfram á miðvikudeginum að þá er nú ennþá þessi norðanátt til staðar en hún er farið að draga verulega úr henni, einkum vestan til landinu, áfram einhver úrkoma hérna norðaustan til en hún er svona hægt og rólega að hverfa. Það er ennþá svalt hérna norðan til, hitinn svona í kringum 5-6 stigin en aftur á móti svona 10-12 stig fyrir sunnanlands og það ætti bæði að verða þá þurrt og bjart. Og áfram á fimmtudeginum að nú er hæðin komin hérna yfir landi í öllu sínu veldi þannig að þá verður hæg breytileg átt á landinu, það ætti að verða bjart í öllum landslutum og gæti orðið mjög víða léttskýjað, helst að verði svona skýjað við ströndina og það ætti að verða þurrt á landinu og hitatölurnar eru svona í kringum 10 stigin, eitthvað svalari fyrir norðan heldur en sunnanlands. Og síðan á föstudeginum að þá svona er vindur farin að snúast til vestlægrar áttar þessi skil frá þessari lægð sem ég var að tala áðan að þau eru svona aðeins farin að nálgast landið og þá fer svona vindur að snúast aðeins til vestlægrar áttar og þetta því það svona þykknar upp almennt á landinu og verður þá svona kannski meira skýjað en bjart ætti nú að verða hérna suðaustan til og það er ennþá svona fínasta veður á landinu og hitatölurnar í kringum 10 stigin. En á morgun verður sem sagt norðanátt á landinu, svalt hérna fyrir norðan með skúraleiðingum meðan það verður þurrt og bjart sunnanlands og þar verður líka hlýjast. Látum þetta að vera í bili, verið sæl.